Ja, Martin, tvö erfið töp núna helgina en það þýðir ekki að dvelja hlutir einhvern veginn á svona móti. Þetta 5 leikir á 8 dögum og morgun það bara númer 77 hjá Slóveníu sem við fáum í fangið. Já, það bara hárrétt sem þú segir. Þetta bara ein keyrsla, þetta mót. Það væri alveg gott að fá kannski svona aðeins meiri tíma á milli leikja til þess að aðeins kannski geta bara, þú veist, bara fyrir mig persónulega bara aðeins kannski stillt skotið og hvílt lappirnar og reynt að finna einhvern ryþma sko. En þú veist, þetta einhvern veginn bara búm, 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 bara non-stop og hefur einhvern veginn tíma til þess að hugsa og sem líka bara skemmtilegt, sem bara reynsla fyrir okkur alla og mér fannst við bara vera ógeðslega flottir í síðustu 2 leikjum og stundum það bara í þessum íþróttum að það þarf svo lítið til og þarf svo bara smá heppni kannski og einhverjir hlutir að falla með okkur, þannig að þá varum við að standa hérna og tala um við varum að fara til Lettland sko. Þannig að já, þetta rosalega fúlt og svekkjandi en eins og segir, það bara engin tími til þess að vera að hugsa út í það núna. Það bara, maður þarf að taka skellinn þegar þetta mót er búið. Hlýtur að vera bara svona súrsett, eins og segir, skilur, gæti verið á leiðin til Lettlands. Það eru til veruleikar þar sem að þeir eru konur við 2 sigra. En að sama skapi, þá byrjum þetta saman 2017. Þeir eru að spila hörku leiki hérna. Þeir eru að sýna þessum 1000 stuðningsmanna flotta leiki. Það er alltaf spenntir og gaman að horfa á liðið. Já, við erum alveg búin að sýna það að við erum bara fyllilega skilið að vera hérna. Og það er bara svolítið svekkjandi að við kannski höfum ekki náð að bakka tryggva upp með svona, þú veist bara frammistaðar sem hann er búinn að sýna þessu móti er náttúrulega bara að vekja athygli alls staðar held ég út í heimi og það er kannski svona leiðilegt að við svona hinir sem að eigum að vera svolítið að draga þetta lið áfram kannski erum ekki á okkar bestu dögum og það er bara mjög erfitt og það leggst þungt á sálina og maður hugsar alltaf hvað ef, þú veist, ef maður væri bara að spila á eðlilegri getu eða væri kannski í svona aðeins betri leikformi, ryþma, ég veit ekki hvað það er, þá væri við bara, já, örugglega þess vegna bara 3-0, skilur, í þessum riðli og það er ógeðslega svekkjandi, en þetta er þú veist, bara ógeðslega flottur hópur, ógeðslega góð liðsheild, góður andi, bara þrátt fyrir allt og við þurfum bara líka að passa okkur að njóta og þú veist, vera að lifa í mómentinu og taka alla þessa reynslu inn og ég er búinn að segja við bara fjölskyldu og vini að þú veist, það er enginn með reynslu að vera á þessu móti, þú veist, það eru 8 ár síðan að við vonum þetta síðast, þú veist, ég var 22 ára, þú veist, ég er í allt öðru hlutverki í dag heldur en ég var þá, þannig að þú veist, þetta er bara nýtt, þannig séð, fyrir okkur öllum og ef ég væri að fara á stórmót aftur eftir 2 ára eða hvað það er, þú veist, þá væri maður kannski svona aðeins betur undirbúinn og kynni aðeins að svona færi með annan hugsunarhátt inn í mótið og það er bara allt öðruvísi. En þetta er bara frábær reynsla fyrir okkur alla og það er bara gaman að geta sýnt bæði okkar stuðningsmönnum og stuðningsmönnum hérna bara á mótinu að við eigum bara fyllilega skilið að vera hérna og bara já, erum bara að verða betri með hverju árinu. Kæra þakki Martin, gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir það.